Komið sæl og verið velkomin í Krakkafréttir. Í dag förum við yfir niðurstöður af barnaþingi sem við sóttum í nóvember og svo kynnumst við sniðugri leið til að flytja bókasafn. Ég heiti Ari Páll og nú verða sagðar Krakkafréttir. Jafnrétti, símanotkun og skólamál eru krökkum ofarlega í huga samkvæmt niðurstöðum. Auðvelt að nálgast þyngdarstjórnunarlyf á svörtum markaði hér á landi og efni sem sagt vera nýtt ósamþykkt lyf Centiusi sem komið til Tenerife voru fluttir til síns heima í dag. Mikill viðbúnaður var á eyjunni. It's been incredibly smooth, no complications at all. Akureyringar vilja að byggingar rísi hraðar og að lífgað sé upp á miðbæinn, eins megi sveitarfélagið gera betur í þjónustu við börn og aldraða. Gott kvöld. Þyngdarstjórnunarlyf sem líta út eins og þekkt lyf eru seld á svörtum markaði hér á landi. Já, komið sæl. Það var alltaf þungbúið hér á vestur helmingi landsins nú síðdegis, en þeir eru hér með skilabakka sem að leita. Komið sæl og verið velkomin á torgið. Við ætlum að fjalla þyngdarstjórnun í kvöld enda ríkuleg ástæða til. Þjóðin að þyngjast á sama tíma og lyf og aðgerðir eru notaðar til að berjast gegn offitu. Við fáum stóran hóp til okkar í kvöld til að ræða þetta frá ólíkum áttum og hingað eru komin þau Gott kvöld. Hlynur Andrésson hljóp í dag maraþon á næstbesta tíma sem Íslandingur hefur hlaupið. Þetta gerði hann í Kaupmannahafnar. Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Talið að íbúar á höfuðborgarsvæðinu sitji fast í umferðinni að jafnaði 4 sólarhringa. Komið sæl og verið velkomin í oddvitaumræður Ríkisútvarpsins í Ölfusi fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 16. maí. Ég heiti Anna Kristín Jónsdóttir og ætla að ræða við oddvita framboðana 2 sem leggja fram lista hér þetta vorið. Gott kvöld og verið velkomin í Silfrið á mánudagskvöldi. Það eru 12 dagar til kosninga og flokkarnir allt land eru að fullu að reyna að sannfæra okkur kjósendur ágæti sitt. Við ætlum að ræða kosningabaráttuna hér á eftir.